Hjartanlega velkomin í föstudagsþáttinn á N4. Við hefjum leika í leikhúsinu. Við ætlum að ræða laugardagsmótna í leikhúsinu og til mín komin formaður Leikfélags Akureyrar, Hannela Matthíasdóttir, velkomin. Takk fyrir. Það alltaf gerast í Leikfélagi Akureyrar, segðu okkur aðeins. Það alltaf gerast, sko. Það nefnilega málið. Og við, sko, ég verð nú eiginlega samt að byrja pínu á byrjuninni. Á byrjuninni, já, það má. Vegna þess að, sko, eins og allir vita, það ekki, þá sem sagt, gekk Leikfélag Akureyrar í raun og veru eða leikhúsið inn í MAG, Menningarfélag Akureyrar. Og við þá flist allur reksturinn á leikhúsinu inn í MAG, en það sem eftir stendur var Leikfélag Akureyrar sem var svolítið svona umkomulaust í smá tíma, sko. Svolítið eins og botlangi sem hefði kannski átt að skera burt. Nei, þetta sagði ég ekki. Nei, þetta sagði ég ekki, sko. Og það einmitt það sem við erum kannski að sporna við. Við erum ekki bara eitthvað botlangi sem myndi hverfa. Nei. Við erum félag og við erum félag sem rosalega annt leikhúsið okkar. Þannig að við erum búin að vera núna síðustu árin að svona, þú veist, móta hugmyndir og þú veist, þróa til þess að geta allt félagsstarfið og svona finna leiðir til þess að halda utan leikfélagið okkar og söguna og bara tengja ykkur við samfélagið. Því að leikhúsið svo mikil brú við samfélagið að við vildum svona efla það starf. Og þess vegna fórum við að svona inn í þá hugmynd að vera svona frekar í áttina hollvinastarfi. Svona fórum frekar í áttina hollvinastarfi með það að bara búa til félags viðburði. Og leyfa fólki bara svona koma inn í leikhúsið á svolítið öðrum forsendum heldur en mæta sýningar. Og í haust þá byrjuðum við með að hleypa félögum inn á aðalæfingu á Galdragáttinni sem var geggjuð sýning, by the way, alveg æði. Og það var frábært og börnin þeirra komið með og þetta var bara skemmtilega stund. Þetta var fyrir félagsmeðlimi. Þetta var fyrir félagsmeðlimi, sko. Og núna ætlum við að byrja á öðrum fasa, sko. Við erum alveg fullt í gangi, fullt af fösum í gangi. Fullt af fösum í gangi, sko. Og við erum bara rétt að byrja, sko. Og við ætlum að byrja með laugardagsmótna í leikhúsinu. Og það verða svona, hvað maður að segja, hálfgerðar sögustundir, sem svo má orðið komast. Það sem við ætlum að fá til okkur góða gesti, við ætlum að fjalla verk sem eru svona á einhvers konar tímamótum. Og þessu sinni ætlum við að fjalla tvö stór verk úr sögu leikfélagsins. Og það annars vegar Ævintýri og gönguferð sem að á í raun vera mörg leikammali. Þú veist, af því að þetta var meðal annars fyrsta leikverki sem var sett á svið hjá Leikfélag Akureyrar. Já, það virkilega. Nefnilega, sko. Þannig að þetta er leikverk sem á djúpar rætur í sögu leikfélagsins. Og það á meðal annars núna, alveg held ég, 45 ára leikamali. Og síðan ætlum við að taka fyrir líka My Fair Lady, sem var 35 ára leikamali. Var það ekki einhver sýning sem sló alveg rosalega gegnum sínum tíma? Jú, hún gekk fyrir fullu húsi, sko. Já, hún í raun og veru frumsýndi 83 segir, sko. En hún gekk fyrir fullu húsi í, 2 vetur. Vá, frábært. Og þá ætlaði að fá til liðs við ykkur einhverja svona sem hafa tekið þátt í þessum uppfærslum til að segja frá. Ég er engin sögusnillingur, sko. Ég með sér vandræði með munn öll árin, sko. En fórstu á? Nei, ég er náttúrulega bara smákrakki, sko. 83, já, menn það var kannski ekki mikið. Ég fór ekki. Svo dampeð, sko. Í þessu samanburði, sko, í þessu samhengi. En nei, við ætlum að fá til okkar bara, heiðursfélaga og þú veist, kanónur úr íslensku, úr akureyrsku íslensku leikhússtarfi og þau gestur Einar og Sunna Borg. Þau ætla að koma. Þau ætla að koma og þau ætla í raun og veru, þú veist, að sjá þetta, þessi rifja sögustund. Þau tóku þátt í báðum með annar uppfærslu og ætla kannski að, svo verður held ég, hann vilja það ekki á hljómborðinu ef einhver vill bresta í söng. Jú, það getur allt gerst í leikhúsinu. Við ætlum að hafa þetta bara afslappað og skemmtilegt og við getum brostið í þetta söng og hlátur og gleði. En það ekki rétt hjá mér, þó þetta séu félagsviðburður, ætlaði félagsmönnum, þá þessi fyrsti viðburður, hann opinn öllum og allir hjartanlega velkomnir. Já, og það það sem og við ætlum að gera það af því að þetta er merkileg stund og við erum að fara á stað með eitthvað sem við vonum að eigi bara eftir að vera góðu partur af félagsstarfinu okkar og til framtíðar og við erum allt opin og viljum endilega fá fleiri félagsmenn. Og þennan fyrsta viðburð ætlum við að opna upp á gátt, við ætlum að bjóða öllum sem vilja koma, það eru frítt inn. Og þetta er 23. laugardaginn eftir viku. 23.
Nóvember. Nóvember, við skutum verið með rétt af mánuð. Og þetta klukkan 11 í samkomuhúsinu. Já, klukkan 11. Og þetta verður bara klukktími, þetta á ekkert að vera einn langloka. Nei, þetta verður bara svona stutt og skemmtileg stund og svo kaffi og bara kósi. Númer 1, 2 og 10, þetta er svona akkurat laugardagsmorgun í leikhúsinu. Og kannski ætlaði að gera fleiri svona á þessu, kannski ekki á þessu ári, en eftir áramót kannski. Já, eftir áramót, þá stefnum við að hafa allavega einu sinni, aftur svona laugardagsmorgun og hver veit hvað við gerum fleira skemmtilegt, sko. Og þetta er byrjunin á félagsstarfinu okkar sem við erum að efla. Hvað kostar að vera í leikfélaginu? Herðu, það var nú verið að hækka gjaldið, sko. En það kostar 4.000 á ári. Já, það var ekki mikið. Það er ekki mikið, sko. Og allir félagsmenn fá sem sagt opinn aðgang að öllum félagsviðburðum. félagsviðburðum. Boða öllu svona. Já. Og svo þetta eins og þú segir, svolítið hollvinna samtök, þeir sem vilja halda svona lífi í þessu félagi og þessu starfi. Já, nákvæmlega. Það er annt leikfélagi. Já, og við erum með stór framtíðarplön, sko. Ástæðan fyrir því að við ákváðum að hækka félagsgjaldið, það hækkaði nú lítilega, það var 2.500 og fór 4.000. Ástæðan fyrir því er það að við ætlum að byggja upp sjóð til þess að styrkja upprennandi leikhúsfólk. Já. Og hvort sem að það verða, bara, þú veist, leikhópar eða uppsetningar eða hvað svo sem það er bara eftir að koma í ljós. Við erum ekki búin að forma það verður bara ungt og upprennandi fólk sem okkur langar að styðja og það er held ég bara afl sem að leikfélagið, akkurat getur tekið svolítið að sér og fóstrað, sko. Já, og þetta eftir að hafa frjó anga í allar áttir, væntanlega. Já, við vonum það. Takk kærlega fyrir að koma, Hannela, og segja okkur frá þessu nýja og öfluga starfi Leikfélags Akureyrar og gangi okkur svakalega vel. Takk fyrir að hafa mig.